Ég segi það fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3469 og fyrir ykkur liggur dagskrá í 6 liðum. Fyrsti liður fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki til málsteku bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagði viðauki númer 1 fyrir fjárhagsárið 2020 en viðauki var samþykktur í bæjarráði 27. febrúar. Viðaukinn vegna 3 atriða. Í fyrsta lagi vegna verkefnastjóra upplýsingamiðlunar, vegna ráðningar upp á 3 milljónir króna. Þar vorum við að greiða bætur sem kom í gegnum tillögu umboðsmanns Alþingis vegna ráðningar í þetta starf. Í öðru lagi erum við 9,2 milljónir vegna dómsáttar Eyþings, vegna máls dómsáttar við framkvæmdastjóra, fyrrverandi framkvæmdastjóra þar. Og í þriðja lagi eru kaup á Glerárholti upp á 46,3 milljónir króna. Útgjaldaaukningin vegna viðaukans 58,5 milljónir króna og mætt með lækkun á handbæru fé og lagður hér fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin lokið málsins, til málsteku bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem ekki til með að styðja þetta því miður. Það sem er verið að blanda saman þarna ólíkum málum og ég styð þarna húsnæðiskaupin, en hitt finnst mér vera svolítið klúður og það var margir komið að mála við mig og spurt hvort það enginn að axla ábyrgð í svona málum eins og þessum málum, hvort þetta sé bara allt í lagi. Þannig að ég kem til með að sitja hjá við þessu máli. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsinu, orðið er laust. Þess að fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeim sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs gefur merki. Það er 8, þeir sem eru á móti og 3 sitja hjá.